komin í gang. Sérðu það, Oddný? Nei, við erum ekki búin að fá neina tilkynningu um að upptaka sé byrjuð. Jú, þarna kom hún, recording has started. Núna kom það, já, Já, flott. þetta tekur einhverja sekundur. Einmitt. En tilefni fundarins umfjöllunum nýtt vefforrit sem á að auðvelda merkingar matvæla. Ég heiti Ólafur Reykdal og ég tala frá Matís. Þetta vefforrit var búið til í Matvælasjóðsverkefni sem var samstarf Matís og samtaka smáframleiðenda matvæla beint frá býli og samstarf við smáframleiðendur var náttúrulega lykilatriði í svona verkefni. Matvælasjóður ætlast til þess að verkefni séu hagnýtt af matvælaframleiðendum. Nú, ég vil kannski fyrst koma því á framfæri að það sem það þýðir að þetta vefforrit, það að þið nálgist það á vefnum og þurfið ekki að uppfæra gögnin sem eru notuð, heldur eru þau sótt í nýjustu gerð Íslam gagnagrunnsins og mikilvæg forsenda fyrir þessari þróun var sú að enginn nema notandinn, sem sagt notandi sem er einhver ykkar eða aðrir, enginn nema notandinn sér uppskriftina ykkar og niðurstöðurnar. Ég sé þær ekki og þær vistast ekki hjá mér, bara á tölvunni ykkar. Nú, þá held ég að ég byrji þessa umfjöllun nema að þið viljið spyrja eitthvað áður en lengra haldið. Nú vonast ég til að hafa deilt með ykkur skjánum mínum. Þar eru 2 rammar í Excel skjali. Passar það? Já. Fínt sem sagt, áður en hafist handa við útreikninga, þá mæli ég með að notendur setji vel niður fyrir sér hvað það sem að þeir ætla að gera, að uppskriftin sé á hreinu og ég hef útbúið mjög einfalda uppskrift sem heitir rúghveitibrauð og hér eru hráefnin, öll sömul talin upp og magn þeirra. Nú, þetta eru algeng hráefni nema að ég set þarna eina hjálparefnablöndu sem að mundi ekki vera sótt í Íslam gagnagrunninn, heldur þetta dæmi eitthvað sem að þið fáið frá byrgjanum ykkar. Þetta getur verið hjálparefnablanda með aukefnum og fleiru. Einhver ekki á mjút? Truflun. Já, ég er búin að mjúta þann sem að... Já, takk fyrir það. Í rammanum til hægri svo ímynduð vörulýsing eða datasít frá byrgjanum sem að seldi ykkur þessa hjálparefnablöndu og oft nú svolítið basl að fá frá byrgjunum allar nauðsynlegar upplýsingar, en hérna hef ég gengið út frá því að innihaldslýsingin fyrir blönduna sé gefin upp og næringagildi líka. Nú, þegar þetta á hreinu,
þá aðeins eitt atriði sem ég ætla að nefna og það hér neðst til vinstri. Það þyngdin eftir matreiðslu, bökun eða annað. Því að brauðið hefur náttúrulega lést við baksturinn og eftir bökun 1700 grömm af hráefnum orðin að 1530 grömmum og forritið mun sjá að gera leiðréttingarnar út af þessu. Nú þá ætla ég að bregða mér á vefsíðu Matís. Sjáið þið vefsíðu Matís birtast hjá ykkur? Já. Fínt Nú við förum hér undir miðlun og þar undir íslenski gagnagrunnurinn ISKEM. Við smellum þar á. Og hér eru nokkrir valkostir og ég vel vefforritið undir þessari fyrirsögn reikna næringargildi út frá uppskrift. Og þá erum við komin að því að opna forritið. Ég vona að þið sjáið mjög skrautlega mynd hérna af matvælum. Þarna paprika og ýmislegt annað, það ekki? Jú, við gerum það. Já, í bláa reitnum þegar við smellum á hann þá opnum við forritið en takið eftir því að hérna í línunni undir hlekkur á nákvæmar leiðbeiningar sem að ég ætla nú ekki að opna hér til að byrja með en við dembum okkur beint í vefforritið. Og hér eigið þið að sjá nokkra reiti sem að hægt að fylla inn í og ég þarf að skrifa hér hvað afurðin heitir, rúg, hveitibrauð. Við skrifum inn framleiðandann og við skráum dagsetninguna, það víst 4.4.23 og gleymið ekki að skrá þyngd tilbúna vöru. Það var sem sagt brauðið eftir bökun sem var 1530 grömm. Nú hér hvítur reitur sem að þið getið fyllt út í en eru eingöngu minnisatriði fyrir ykkur. Yfir bláa borðanum eru tveir valkostir. Það annars vegar að sækja hráefni í ISKEM-gagnagrunninn eða til hægri að slá inn eigin upplýsingar fyrir einhver sérstök hráefni sem þið hafið keypt og eru ekki í ISKEM-gagnagrunninum. En ég ætla að byrja hér á að sækja fyrsta hráefnið í ISKEM-gagnagrunninn og það myndi vera rúgmjöl og þá skrifa ég það hér í leitarstrenginn. Og leita síðan í gagnagrunninum og það kemur í ljós að það tvenns konar rúgmjöl til í gagnagrunninum og nú þurfum við að velja annað hvort og ég ætla að velja fínna rúgmjölið sem að heitir rúgmjöl sigtimjöl. Þá erum við komin hér með alveg nýja töflu og í bláa reitnum í dálkinum á eftir efnalistanum
þar er búið að setja inn í gildin úr íslenska gagnagrunninum. Þetta er náttúrulega vinnusparnaður fyrir ykkur og aðra. Ég ætla að minna svolítið á að summan skiptir máli. Hérna er feitletruð summa og hún er 101,5. Við erum hér að vinna með 100 grömm, þannig að summan úr efnunum ætti að vera 100 grömm, en í raunveruleikanum er það aldrei þannig að mælingar geti verið 100,00 grömm, því að það er alltaf einhver mæliskekkja og slíkt er bara það sem að við þurfum að lifa við. Við fáum summuna 101,5 gramm og ég samþykki það, og í leiðbeiningaheftinu er talað að við samþykkjum summuna á bilinu 97 til 103 grömm. Nú, við höfum þetta, en við eigum eftir að skrá inn hversu mikið við notum af rúmjölinu, og það er í þennan reit þarna, og það eru 500 grömm, samkvæmt uppskriftinni sem ég var með áðan. Síðan smellum við í reitinn, reikna miðað við magn. Það er líka hægt að nota bara tab. Og nú er komin nýr dálkur til hægri þar sem að búið er að reikna út magnefnana í þessum 500 grömmum. Og nú er þessi hluti tilbúinn. Ég vil bara gjarnan fá spurningar, þannig að ég sé ekki að æða of hratt áfram. Viljið þið spyrja eitthvað á þessu stigi? Já, ég. Já, gjörðu svo vel. Þegar við erum að setja þetta þarna, er þá bara búin að skrá eða getum við alltaf breytt hluti? Já, það er hægt að breyta, og til að sýna ykkur það betur, þá ætla ég að vista rúmjölið. Það er hérna, þá smelli ég á vista skráningu, og þá er þetta allt saman komið í töflu. Þetta er rúmjölið, og hérna er magnið af næringarefnunum í 500 grömmum. Og takið eftir að hér lengst til vinstri eru 2 tákn. Það er penninn hérna lengst til vinstri. Hann er til þess að hægt sé að gera breytingar, og ruslatunnan er til þess að bara eyða þessari skráningu. Við sjáum að við hefðum kannski átt að velja grófa rúmjölið. Þá getum við eytt þessu og bara bætt inn, farið hérna eins og við gerðum áðan í bæta inn nýju hráefni. Nú, síðan heldur þetta áfram, og ég ætla að bæta við heilhveitinu. Og leitum, og hér kemur í ljós að það er ýmislegt til í gagnagrunninum. Ekki viljum við hafa þetta brauð, en við sjáum að það er 2 konar heilhveiti. Það er venjulegt heilhveiti og heilhveiti próteinríkt. Og ég ætla að velja þetta venjulega heilhveiti. Og þá fáum við aftur upp töflu eins og seinast, og þurfum að skrifa magnið. Það eru 500 grömm, og aftur er strax reiknað fyrir okkur hvað er
mikið af næringarefnunum í þessum 500 grömmum. Og til að þetta vistist nú örugglega þá smelli ég á vistaskráningu og þá erum við aftur komin í hráefnatöfluna þar sem bæði rúgmjöl og heilhveiti. Næst ætla ég að bæta við salti. Og forritið kemur með allar uppástungur þar sem að salt kemur fyrir í heiti fæðutegundar. Þannig að við þurfum að leita í þessu og það tvenns konar salt, það annars vegar borðsalt og sjávarsalt og ég ætla að velja borðsalt. Og það náttúrulega ljóst að það ekki mikið af næringarefnum nema að hér natríum og það salt og uppskriftin sagði að við notuðum bara 10 grömm. Og summan okkar mjög nálægt 100 og summan fyrir 10 grömmin þá bara deilt með 10, þannig að þetta passar allt mjög vel og við ætlum að vista þetta. Þá hefur salti bæst við og þá á ég eftir að sækja þurrger. Og það bara einn möguleiki þar. Og það komið og uppskriftin sagði 30 grömm. Og það komið og þá bara vatnið sem, já, ég má ekki gleyma að vista til að þetta komi í töfluna. Og þá á ég bara eftir að sækja vatnið. Og hér alls konar vatn og ég ætla að velja það sem heitir drykkjarvatn. Og það voru 500 grömm af vatninu. Og þá erum við komin með öll hráefnin sem hægt að sækja í ískamgagnagrunnin. En það eitt hráefni eftir sem að þið fenguð frá einhverjum þriðja aðila. Og þá ætla ég að smella hérna á skrá nýtt hráefni. Og þá þurfum við að fylla út allt saman. Við ætlum að kalla þetta hjálparefnablanda XYZ og hér boðið upp á að skrifa styttheiti og það svona visst hagræði í því, þannig að það sem við skrifum í styttheiti verður notað í innihaldslýsinguna. Og í Excel-skjalinu sem ég sýndi fyrst, þar kom fram að í þessari blöndu væri sterkja og það var litarefni E160A. Þetta náttúrulega bara algjör tilbúningur og ég þarna með þetta aukefni bara til þess að svona minna okkur á að við þurfum alltaf að vera með á hreinu hvort að blöndurnar okkar eru með einhverjum aukefnum. Nú síðan fyllum við bara í þessa töflu
og fitan var 0 og förum á milli með tafl. Mettaða fitan 0 líka. Kolvetnin hins vegar eru 90 og þetta allt í grömmum, í 100 grömmum. Sykurtegundir 2 grömm. Það voru engar upplýsingar trefjarnar en próteinið var 0,5 grömm og saltið var 0,12 grömm. Og við ætluðum að nota 160 grömm af þessari blöndu. En nú sjáum við að summan hún nær ekki 100. En svona kom þetta frá Byrgjanum sem seldi okkur hjálparefnablönduna. Skýringin gæti verið svo að við fengum engar upplýsingar vatnið. Það gæti verið einhvert vatn þarna í. En þetta allt sem við höfum og nú vista ég þessa skráningu og nú erum við komin með hráefnatöfluna eins og hún leggur sig og bara búið að reikna út fyrir okkur hvað mikið af næringarefnunum í þessu magni uppskriftarinnar. Einhverjar spurningar hér? Nei? Ef við erum ekki með upplýsingarnar, á maður þá ekki bara að setja 0 þannig að það sé eitthvað eða bara hafa það svona tómt? Það skiptir ekki máli í útreikningunum hvort það 0 eða eyða. Forritið, það truflar ekki forritið. Við vitum heldur ekki hvort að vatnið alveg 0. En þegar við erum komin með alla uppskriftina, þá sjáum við að samtals eru hráefnin 1700 grömm og næringarefnin ættu þá náttúrulega að vera líka 1700 grömm en summa þeirra 1691 gramm. Það munar voða litlu svo að þetta verður okkur ekki til vandræða. Nú, þá eru valkostir hérna uppi. Ég ætla að mæla með að þið vistið uppskriftina og þá kemur hér nýr gluggi og hér hægt að smella á vista uppskriftina á eigin tölvu. Þetta bara tekið fram þannig að það sé þægilegra fyrir ykkur að vita að það örugglega ekki verið að vista þetta hjá Matís. Þegar við smellum á það, þá sjáið þið að hérna neðst vísbending að skjal hafi vistast á tölvunni ykkar. Og þið getið fundið, þegar þið farið í gegnum þetta, þá getið þið fundið þetta á tölvunni ykkar venjulega undir downloads, en það fer eftir því hvernig tölvan ykkar stillt, hvar þetta lendir. Við þurfum ekki þetta afrit til þess að halda áfram, ekki nema þið hefðuð ætlað að hætta á þessu stigi og byrja aftur seinna. En það er mjög hentugt að eiga afrit af útreikningunum sínum, kannski komið í seinna með mjög svipaða uppskrift. Þá þurfið þið bara að sækja afritið sem þið eigið og þá hérna
hægt að smella á lesa inn fyrri skráningu. Ég ætla ekki að gera það kynni kannski að taka á langan tíma en ég ætla að fara bara í gegnum þetta með einföldustu aðferðinni. Nú, við höfum vistað og þá smelli ég hér á tilbaka og við erum komin aftur á sama stað. Næsta skref er að smella hérna á flipan sýna niðurstöðu skráningar. Og þá fáum við þennan fína glugga. Hér hérna neðst sem sagt búið að reikna fyrir okkur næringagildið og það búið að setja þetta upp í réttri röð eins og reglugerðin ætlast til. Nú, innihaldslýsingin hérna líka, en hún ekki alveg eins og við viljum hafa hana. Og þá þessi gluggi hér nákvæm innihaldslýsing til þess að við getum skrifað og þurfum kannski að leiðrétta það eins og þetta þarna fyrir ofan. En forritið þó það hjálplegt að það raðar hráefnunum í rétta röð eftir minnkandi magni. Þannig að rúgbrauð, ekki rúgbrauð heldur rúgmjöl, heilhveiti, og við viljum skrifa bara vatn, síðan kemur sterkja og svo aukefnið og þá skrifum við aukefnaflokkinn sem litarefni og innan sviga númerið. Já, ætli þetta, nei, það já nefnilega eftir seinni línuna þarna og ger og salt örugglega í meira magni en litarefnið. Þannig að ég ætla að skrifa hér ger og salt. Litarefnið kom á undan vegna þess að það fylgdi sterkjunni í röðuninni. Eftir hjálparefnablandan var þarna, þetta var magnið á henni. Nú, þarna höfum við þá innihaldslýsingu eins og við viljum hafa hana. Svo hérna reitur fyrir ofnæmis- og óþolsvalda. Þeir rúgmjöl, heilhveiti og sterkja. Reiturinn fyrir hlutfall innihaldsefna bara ef að þið þurfið að merkja prósent einhvers innihaldsefnisins og þetta eru bara minnisatriði en við erum ekki með þetta fullkomið ennþá. Við þurfum til dæmis að auðkenna ofnæmis- og óþolsvaldana og við þurfum að stilla af réttan fjölda aukastafa hér. Það er fyrst og fremst þetta tvennt. Nú, hér neðst í forminu eru aðrar skyldumerkingar, það magnið, geymsluþolið og fleira sem að ég ætla ekki að fylla út en þið
Gerið eins og við á. Nú, á þessu stigi getum við vistað og búið til annað skjal, vistaskráningu, og hérna neðst til vinstri sé ég að nýtt skjal hefur farið í downloads-möppuna hjá mér. En fyrir loka frágang smellum við á opna prentform og hér er þetta til loka úrvinnslu. Uppsetningin er komin, býsna fín. Þið getið prentað þetta út, en samkvæmt leiðbeiningaheftinu þá er lagt til að þið afritið þetta svona, búið bara til blokk þetta og afritið með Ctrl+C til dæmis yfir í einhvert Word-skjal. Og þetta er lokaskjalið ykkar. Hér er heiti, dagsetning og framleiðandi. Hér er svo innihaldslýsingin og nákvæm innihaldslýsing, hún er rétt, en það sem er fyrir ofan, við viljum bara losna við það. Og hún heitir bara innihaldslýsing, ekki nákvæm innihaldslýsing. Nú, það eru tvær leiðir til að auðkenna ofnæmis- og óþolsvalda. Ein leiðin er að feitletra þá. Svona. Það er líka í lagi að skrifa þetta með hástöfum án feitletrunar, en þessi lína þarf þá ekki í merkinguna ykkar og hlutfall, við erum ekki að nota það núna. Nú, svo er hér næringaryfirlýsingin. Það er mikilvægt að þetta er í 100 grömmum og orkan er hérna alveg rétt. En í lokin ætla ég að laga fjölda aukastafa og það eru bara ákveðnar reglur sem eru í viðauka 2 í leiðbeiningaheftinu. Þannig að hér er nóg að hafa einn aukastaf og það er líka nóg hérna, þannig að ég breyti þessu svona. En þegar við erum með svona mikið magn, 53 grömm af kolvetnum, þá tökum við burt aukastafina. Hér tökum við einn aukastaf. Trefjar verða 6,9 og prótein verður bara 6,0, en það er ætlast til að við höfum 2 aukastafi fyrir saltið. Nú, hér með eru merkingarnar tilbúnar, nema það sem þið eigið eftir að gera með magnið og geymsluþol, geymsluskilyrði og merkja ykkur sem framleiðanda. Já, þetta hefur tekið minna en hálftíma allavega.
Einhverjar spurningar? Já, sæll Ólafur. Mig Sæl. langar að athuga með hlutfall hráefni í prósentum. Já, Hvar getur maður sett það inn og hvernig reiknar maður það þarna? já, það bara í sumum tilfellum sem að við erum að merkja prósentur og það eru ákveðnar reglur sem að hægt að finna á vef Matvælastofnunar og ég bendi á í hérna leiðbeiningunum sem ég ætla að taka hérna upp á eftir. En af því að þetta heitir rúghveitibrauð, þá má kannski færa rök fyrir því að þú viljir birta hversu mikið þú notar af rúgmjöli. Nú hef ég ekki reiknað það nákvæmlega en það bara magnið af heildaruppskriftinni og segjum bara að það sé 15%, þá skrifarðu það svona hérna inn í innihaldslýsinguna. Gott dæmi kröfur varðandi þetta til dæmis jarðarberjajógúrt. Þá gerð sú krafa að þú merkir hvað jarðarberin eru nú stór prósenta af uppskriftinni. Þú ert kannski að birta mynd af jarðarberjum á umbúðunum og varan heitir jarðarberjajógúrt en svo notarðu bara gervibragðefni en engin jarðarber. Þess vegna er það krafan að merkja hvað mikið af jarðarberjunum. Fleiri spurningar? Já. Já. Get ég tengt þetta prógram beint við miðaprentara eða miðavogina mína? Sko það sem skiptir máli fyrir þig í raun og veru bara loka skjalið. Það í raun og veru bara þetta Word-skjal sem að spurningin hvort að þú getur látið flytja beint yfir í prentbúnaðinn. Já. Svo önnur spurning með eins og hjálparblöndu eða hjálparefni þáttinn þarna. Getur þetta verið til dæmis tilbúin kryddblanda sem ég að nota til að krydda kjöt með, sem ég kaupi tilbúið blanda frá framleiðanda? Já, það bara mjög gott dæmi. Ég sá að svona blöndur, kryddblöndur og alls konar hjálparefnablöndur eru svo breytilegar að það var ekki nokkur leið að skrá þessar blöndur í ísskáp og þess vegna var þessi valkostur settur upp að geta skráð sínar eigin upplýsingar. Okay. En þú þarft bara að halda vel til haga hvað í kryddblöndunni. Það gætu verið einhverjir ofnæmisvaldar og þá geturðu rennt í gegnum viðauka 1 til að skoða hvort að það sé eitthvað. Já. Og það einmitt mjög mikilvægt að halda til haga þessum vörulýsingum sem að þið fáið frá byrgjunum ykkar. Og þetta í raun og veru hluti af gæðahandbókinni og
þarf að dagsetja og uppfæra því að stundum breyta birgjarnir eða sem sagt framleiðandinn erlendis samsetningunni þó að heiti á hjálparefnablöndunni sé kannski það sama eða mjög svipað. Einmitt. Takk fyrir. Já. Þórdís. Já. Já, þakka þér fyrir þetta, Ólafur, þetta var mjög skýrt og greinargott. Mig langar að forvitnast hjá þér hvort það sé komið inn í hérna lýsingarnar hjá þér þetta nýja mat á kjötinu sem að Óli er að dunda sig við að úrbina. Já, nei, það er ekki komið og það verkefni með Icelandic Lamb er enn í gangi og ég gerir ráð fyrir að í maí verði búið að gera efnamælingar á öllum þessum sýnum. Óli Þór er búinn að standa við vikum saman alveg frá því fyrir áramót. Þannig að þetta er mikil vinna og verður mikil bót og það eru efnagreiningar í gangi og þetta mun koma inn. Takk fyrir. Það var það Petrína næst. Heyriði mig? Já. Okay. Ég var að skoða hana ískem og ég sé með svínakjöt af því ég er aðalega með svínakjöt. Aha. Það er ekkert mikið úrval að velja úr. Það er engin svínavinnsla, svona vinnsluefni sem er skráð inni, bara heil læri, heil hryggur. Já. Stendur eitthvað til með að breyta þessu eða bæta við? Þetta er bara mjög góð ábending. Já, ég hef búinn að skrifa hérna í glósubókina svínavinnsla. Okay. Ég held að ég reyni bara að bæta úr þessu þegar farið verður í að skrá nýju gögnin fyrir lambið. Ok, takk fyrir það. Og sem sagt að allar ábendingar eru vel þegnar. Það er nú oft þannig að þegar verkefni koma með eitthvað svona nýtt að það er eitthvað sem þarf að bæta og þá megið þið bara mjög gjarnan senda mér tölvupóst með athugasemdum og öðru sem ykkur dettur í hug og það er bara þið sjáið tölvupóstinn minn á matís.is, olafur@matís.is. Það eru 2 R en ekki punktur á milli. Nú, en ég vil endilega fá að benda ykkur á hérna leiðbeiningaheftið. Nú er ég ekki viss hvort að það birtist hjá ykkur. Jú, það birtist. Já, og heitir merkingar matvæla og notkun á vefforriti Matís. Og hér eru ekki bara útskýringar á vefforritinu, heldur er hérna verið að taka saman önnur atriði sem að snúa að merkingu matvæla. En ég vil þá endilega segja að vefsíða Matvælastofnunar mast.is er mjög góð varðandi merkingar. Þannig að hérna er ekki verið að endurtaka það sem að er á vef MAST, heldur meira vísað í það og svo er verið að fjalla það sem vantar á vef Matvælastofnunar, af því Matvælastofnun er eftirlitsaðili
sem að ekki veitir ráðgjöf, þannig að ég hef hérna skrifað hvenær er í lagi að nota útreikninga og hvenær þarf að gera efnamælingar og svo almennar athugasemdir þetta. Hérna eru merkingar, útreikningar eða efnamælingar. Og bara lestrarefni þetta. Svo í 5. kaflanum er farið skref fyrir skref í gegnum þessa útreikninga sem að ég sýndi áðan og þegar fólk er búið að fara í gegnum þetta einu sinni þá er þetta bara auðvelt. En þið kunnið að lenda í vandræðum með að það vanti eitthvað í ISKEM eða þið séuð í vafa og það má alltaf senda mér tölvupóst. Og svo er líka mjög þægilegt að vista það sem maður var að gera, geta sótt það aftur seinna og breytt uppskriftinni fyrir nýja uppskrift sem maður er með og maður býr kannski til uppskrift sem er með mörgum hráefnum og stundum er maður með færri og þegar maður sækir gömlu uppskriftina þá er einfalt að eyða úr hráefnum og gera breytingar á magni hráefna. Og þetta sparar náttúrulega heilmikla vinnu. Annelíse, þú varst með hendu uppi áðan. Datt þú bara niður eða ætlar að spyrja? Nei, ég var alveg til að spyrja. Ég var bara að spá í hérna með að því að efni, eða hráefni sem ég er að nota, það er ekkert skráð, kannski mest af þessu. En þá er ég bara að nota þetta sem stendur á pokana, það ekki? Bara upplýsingarna sem er á hráefnið sjálft. Já, það kemur frá framleiðandanum sem að oftast er erlendis og þú kaupir af einhverjum birgja hér á landi. Og stundum eru þær upplýsingar bara mjög góðar og sérstaklega ef það er á umbúðunum þá þarf náttúrulega að merkja alveg eins og þið þurfið að merkja. Þannig að þær upplýsingar geta gengið þarna beint inn. En stundum fær maður bara vörulýsinguna á blaði og þessar vörulýsingar geta verið mjög mismunandi og stundum eru upplýsingar næringarefnin mjög takmarkaðar. Ok, en ef að ég til dæmis setur inn súkkulaði og þá vistast það líka, eða ekki? Þú veist, ég þarf ekki að skrifa þetta inn í hvert skipti. Já, það er rétt hjá þér. Er ég þá ekki bara að búa til mín eigin litla lista? En engin annar fær að sjá það. En þegar þú vistar uppskriftina þína, þá áttu hana áfram og getur sparað þér vinnu með því að sækja hana. En þetta sem þið vistið eru XML skrár. Það þýðir að þið getið ekki unnið með þær skrár í Word eða Excel, heldur þurfið þið að taka þær inn í vefforritið. Og það var þarna sérstakur flipi sem ég benti á áðan sem heitir lesa inn vistaðar upplýsingar eða eitthvað því líkt. Já, takk. Meyflór, þú líka réttur upp hendaðan að það ekki, sem er farið niður. Já. Og Svafa er svo... Nei, var það í...
Þá það Svavar sem næst. Já. Ég ætla að spyrja þig einu. Eins og þess, ég kaupi mitt sinnep frá bónda í Svíþjóð. Já. Og hann ekki með neinar innihaldslýsingar, því þetta eru bara sinnepsfræ. Já. Ég hef, sérst, inni hjá ykkur stendur ekki neitt nema bara tilbúið sinnep. Og ég hef bjargast hann að ég hef farið inn í sænska gagnagrunni sem svipaður á íslenski. Já, það vel gert hjá þér. Þeir eru með sinnep. Og nú getur sinnep náttúrulega verið mismunandi eftir hvaða tegund það er. Já, já. En ég hef bara notað þetta sem Svíarnir nota. Já. Af því öðruvísi hef ég ekki neitt. Nei. Ein leið þegar maður í vafa að gera svolítið tékk og það hægt að kaupa mælingu á vatni í vörunni hjá Matís eða öðrum og það ekki dýrt. Ef að mæliniðurstaðan fyrir vatnið passar ekki við upplýsingarnar sem þú ert með frá Svíþjóð, þá eru önnur gildi sko líka skekkt. Já. Takk fyrir þetta og takk fyrir vinnuna á þessu frábæra prógrami. Gott að þér líkar það, en þetta var við hefðum ekki komið þessu í verk nema af því að við fengum styrk frá Matvælasjóði og það hefði heldur ekki gengið nema með þessu samstarfi við ykkur smá framleiðendur því að Matvælasjóður ætlast til að verkefni séu unnin fyrir matvælaíðnaðinn en ekki bara einhver fræði sem að nýtast matvælaíðnaðinum ekki. Þannig að þið, Oddný, eru búin að gera frábært starf. Já, það Oddný hefur gert heilmikið og verið heilmikið verk hjá henni að vera í sambandi bæði við okkur og svo allan hóp smáframleiðenda. Takk fyrir það og þetta bara búið að vera mjög ánægilegt samstarf og gaman að sjá þetta núna verða veruleika. Við erum náttúrulega afskaplega hæf þarna í Matís. Ég sé að Mayflór búin að rétta upp hönd núna. Já. Já, hvar fáum við afrita upptökuna eða hvað nálgumst við? Ég mun senda tölvupóst með upptökunni sem Ólafur mun senda mér. Já. Fleiri spurningar? Mér sýnist ekki. Og við erum bara akkurat á klukkanu 28 mínútur yfir, en fundur átti að vera til hálf. Nákvæmlega. Og við getum endurtekið þetta seinna, kannski í haust eða svona fyrir sumarið. Getur séð hvaða spurningar koma inn og við getum svo metið hvort að sé þarf á öðrum svona, en það munar miklu að þessu upptaka geti farið út og þá eru allir þeir sem hafði ekki tök á að koma á fundinn geta fengið þennan fróðleik og þetta var náttúrulega sjálfsögðu eins og búast mátti við afskaplega skýrt hjá þér og vel farið yfir þetta og nákvæmt. Gott. Þannig að akkurat bara það sem við vildum fá. Þannig að við erum bara held ég all afskaplega glöð og mér sýnist það á kommentunum sem eru að hoppa hér upp. Það fólk sé almennt ánægt með bæði forritið og þennan fund. Þannig að við þakkum þér bara innilega Ólafur Reykdal. Já, og þakka ykkur mikið vel fyrir samstarfið og allt saman. Það var forsenda fyrir þessu öllu.
Já, og nú bara vonum við að umsóknirnar okkar verði samþykktar í Matvælasjóði, fáum að vita það í maí með faggreina leiðbeiningarnar. Já, kemur í ljós. Það kemur í ljós, krossum fingur. Já. Þá bara þökkum við fyrir. Já, takk. Gleðilega páska öll sömur. Já, gleðilega páska. Takk fyrir og gleðilega páska.